Já, og ritstjórarnir á sínum stað á þriðju degi og ég sé þennan lið í fjarveru Sigmundar Ernis en við ætlum að ræða stóru málin eða þau sem að hafa borið hæst undanfarna daga eins og vanalega hér í ritstjórunum og þeir eru sestir hjá mér Sigurjón M. Egilsson, ritstjóri Miðjunnar Fréttavefs og Sigurður Már Jónsson sem blaðamaður fyrrverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins og starfsmaður ríkisstjórnarinnar. Það að segja þangað til í fyrra. Velkomnir. Takk fyrir. Sko, það það núna styttist í frumvarpsdrög sjávarútvegsráðherra veiðigjöld. Það nú svona kannski búið að koma fram ýmislegt hvað varðar hvað ríkisstjórnin ætlar sér og kannski þá aðalega Sjálfstæðisflokkurinn og ég veit að þú hefur nú svona fylgst grannt með þessu, Sigurjón. Hverju búistu við? Þá afkomu tengja? Já, það þýðir bara lækkun. Hvernig þá? Hvernig þá? Það útgerðin kvartar undan veiðigjöldunum og það ekki sama hvað kvartar. Ef útgerðin kvartar þá brugðist við því og það mun alveg örugglega boða lækkun á veiðigjöldum og það jafnvel umtalsverða. Hann var í þingræðum daginn að tala byggðakvótann og þá fannst honum að tala byggðakvótann mjög erfitt að vera að úthluta ríkisegnum sem verða verðmæti en honum finnst ábyggilega ekki þegar hann útdeilir stóra kvótanum sem hann að fara að gera eða sem hann muni gera. Þannig að hann miðað það sem hann sagði í síðustu þingræðu sem hann hélt að þá líður honum illa þegar hann kemur að þessu en hitt hann að ég alveg sannfærður það að sama hvaða nöfn hann velur á það þá hann fyrst og fremst að ganga erinda stærri útgerðarinnar að lækka á það veiðigjöldin. Já, hvernig getur þú fullyrt það? Ég fullir ekkert annað, ég bara held þetta og ég ekkert að segja að verði, mér finnst á öllu, ég lesa út úr loftinu að það sé verið að gera það. Það hefur búið að vera byggjið upp, það búin að koma talsmenn útgerðarinnar ítrekað. Síðast var hann, Gunnþór Ingvarsson, síldarvinnslunni. Hann var síðast að tala þetta og þannig ég bara alveg sannfærður þetta að það verður niðurstaðan en svo bara vonandi ekki, en ég reikna með þessu. Já, sko nú eru stóru málin að koma fram. Það sem sé verið að kynna hápólitískt frumvarp veiðigjöldin. Það núna búið að kynna samgönguáætlun sem að hann Sigurður kom með í gær og reyndar kynnti bara þá þingflokkum ríkisstjórnarinnar, náttúrulega í mikilli óþökku ríkisstjórnarandstöðunar. En svo það ný heilbrigðisstefna sem núna að fara að koma í ljós að hvert hún stefnir. Hvert sýnist ykkur Svandís, hversu langt munum ganga í kerfisbreytingum? Hægt að átta sig einhvern veginn á því? Því nú deilan aðalega hvað sérfræðilæknarnir geti tekið að sér utan spítala og allt það? Já, þetta náttúrulega svolítið vandmeðfarið hvernig þú ætlar að taka á svona heilli atvinnugrein eða einni mikilvægastu grein í okkar samfélagi, heilbrigðiskerfinu og skipuleggja út frá kannski einstökum tilteknum samningum og vera ákveðið að framlengja þennan samning 1 ár. En þetta mikið undir, bara almennt hvernig við byggjum upp heilbrigðiskerfið og við getum kannski ekki, einstakir samningar endurspegla væntanlega stefnuna á einhverju leyti. Já. Og það auðvitað augljóst að stefna Svandísar og þar að leiðandi VG öðruvísi en til dæmis margir sjálfstæðismenn getur hugsað sér. Já. Og þannig að hvaða leyti við sjáum mikla stefnubreytingar í þessu viðræðum eða þessu framhaldi skal ósagt látið. Það hins vegar það búið að vera svona mikið órói í kringum heilbrigðiskerfi lengi. Ég get nú rifjað upp læknadeiluna 2015. Já, þá varst þú í stjórnarráðinu. Já, sem að snerist mjög mikið það að fá læknar okkar heim og borga þeim góð laun. Í dag eru þeir allir heima. Þeir vilja starfa á Íslandi, styrking krónunar hefur haft þar gríðarlega áhrif, þeir fá líklega bara ekki betri kjör annars staðar, þeir vilja starfa hér. Leið þá auðvitað í sumum greinum skortur. Já. Og það bara breytingar, út af ýmsum þáttum, eins og til dæmis þetta fræga mál með þennan sérfræðing varðandi Parkinson sjúklinga. Já, sem fekk ekki að komast inn í samninginn við sjúkratryggingar. Já, ráðherra taldi, eða sjúkratryggingin taldi ekki sjálfgefið
Þetta kannski svolítið undarlegt kerfi að læknir kemur og hann skráir sig inn og byrjar að senda bara inn reikninga að sjálfu sér. Ég held að sko grunnþátturinn í þessu öllu að reyna að ná svolítið utan heilbrigðiskerfið þannig að við séum með skilgreindar sko þarfir og hvað við viljum fá út úr því. En það ekki kannski það sem að Svandís að gera og sko er mjög þarft verk að sko styrkja heilsugæsluna, hún hefur bara það pólitísku sýn, hún vill meiri þjónustu inn í spítalann sjálfan og skilgreina betur þá það ekki þá sem að starfa sjálfstætt utan spítalans og þeir svona kannski verið komið einhverju svona þrengri böndum Sko Birgir Jakobsson sem fyrrverandi landlæknir og aðstofamaður Svandísar. Honum tókst í grein í morgun að skýra það sem að Svandís hefur ekki auðvunast að gera. Hún er búin að tala og enginn skilja hana. Við erum ekkert að fara sko útrýma stofulæknum, segja hann. Nei, það er ekki stóri punkturinn sem hann að segja. Hann vitnar í skýrslu sem að landlæknisembættið gerði þegar hann var landlæknir og ég skrifaði fréttaskýringum á miðjuna í morgun og þar kemur fram í henni að það eru oflækningar sem eru vandamálið. Að læknar sem eru á þessum samningi að þeir velja sér sjúklinga sem þeir hafa lítið fyrir því þeir fá borga fyrir hver einingu og þeir eru að oflækna, þeir eru að lækna fólk sem gera aðgerð fólki sem þarf ekkert á því að halda. Þetta er niðurstaðan í skýrslunni sem hann er að vitna í morgun. Já, ef þið lesið skýrsluna sem hann er að Er það að segja að þetta sé niðurstaðan í McKinsey skýrslunni? Nei, hann er að vitna Þetta er skýrsla frá McKinsey frá 2016. Og niðurstaðan er svo að það kemur ekki fram þarna, hann vitna bara í könnunina. Svo þegar maður les könnunina sem hann er að vitna í, þá kemur það fram að það eru oflækningar sem þau eru að fara að berjast gegn. Svandís hefur bara ekki alveg náð að segja þetta svona, jafn skýrt og hann gerir, en maður þarf svo sem að flettum eina blaðsíðu á honum, hann er að tala oflækningar. En það er þessi skýrsla sem menn er að tala hérna frá 2016 að það þurfi þá að koma kannski einhvern veginn strangari böndum utan á þetta. En sjáu þið fyrir ykkur að sko Svandís, hún hefur mjög svona skýra pólitíska sýn og VG að það megi ekki reka heilbrigðisþjónustu með þá hagnaðarsjónarmiði. Sjáu þið að þetta fari í gegnum ríkisstjórnina? Já, nú er Petra Sigurður svarið. Sko nú eru náttúrulega það eru sjálfstæðismenn sem að sko hugsa að þetta sé bara hinn versti sósíalismi. Það er þetta ómögulegt að segja. Líklega verða nú einhverja málamiðlanir, stjórnmálin ganga nú dálítið mikið út á það, einhverja málamiðlanir. Og það er auðvitað þannig að stór hluti af heilbrigðisþjónustunni er rekin á einkareknum grunni. Og það sko það sem ég var að reyna að benda á áðan er að það sem kannski sá sem að greiði fyrir þjónustuna í flestu tilvikum á Íslandi og eiginlega öllum er ríkisvaldið og það þarf að skilgreina þau verk sem það er að greina það fyrir. Eins og ef Sigurjón er að segja hér að oflækningar séu stórt vandamál á Íslandi í heilbrigðisþjónustunni, stórt vandamál. Ég segi það vandamál. Við höfum reynt að rætta á stundum og ég er kannski ekki eins mér finnst það finnst mér dálítið langt seilst. Það getur auðvitað verið vandamál. Það nýðust könnun vandamál, það er ég sem er að segja. En þá er það líka hvar er eftirliti með því? Það myndi halda til dæmis að það hefði átt að vera hjá landlæknisembættinu á einhverju leyti. Já, þess vegna var þessi könnun. Ef það er. Þess vegna var könnun. Já, ég er að vitna orðrétt í könnun. En það virðist sem að ráðherra ætli að fara sem sé og skoða þetta grundigt meira. En það er kannski þetta með að það megi ekki reka heilbrigðis einhvers konar þjónustu með hagnaðarsjónarmiði. Það er bara sko meiri háttar hugmyndafræðilegur ákvörðun. Ég get ekki sagt annað. Mér finnst það svo skrítið að vera komið frá 2015 þar sem við vorum að berjast fyrir því að fá læknana heim. Ég verið að segja að nú séu þeir allir að oflækna okkur. Já, þú er svo líkin, ekki þetta oflækna okkur. Já, ég meina, þú varst að segja að þetta væri vandamálið. Niðurstaða könnun sem að landlæknisembættið gerði er þetta. Og þá er það benda á mig út af því, ég las skýrslunni og það er annað sem að Birgir Jakobsson að segja í þessu máli sem er stórmál. Það er það, hann segir í greininni að sérfræðinga, Landspítalinn er verr staddur hvað varðar sérfræðinga innanhús heldur en sambærileg sjúkrahús í öðrum löndum. Ástæðan er sú að þeir hafa það betra á þessum samningum. Og þess vegna er þeir tregir til að vera hlutastarfinu á sjúkrahúsunum. Þess vegna er Landspítalinn ekki jafn sterkur með sérfræði þekkingu eins og hann ætti að vera öðru annars. En það er líka bent á það, Sigurjón, að það er ekki pláss á Landspítalanum til þess að gera sinna þeirri sérfræðiþjónustu sem er gerð. Þú er að segja Birgir frá því. Það er bara ekki pláss. Það er það sem að læknarnir hafa verið að skrifa í blöðinu eins og í Morgunblaðið í gær.
þar sem þið bentu á þetta, en sko Sigurður Már, þú minnist þess að þegar við vorum að reyna að fá sérfræðingana heim og þeir komu heim, heldur við farið þá aftur? Það er ég ekkert viss ég meina, ég held að kjör þeirra á Íslandi sé ágætt og sem betur fer vilja þeir vera hér og sem betur fer vilja Íslendingar læra til læknis. Ég tek þessi dæmi að nú eru yfir 100 læknanema í Slóvakíu sem gríðarleg breyting og Háskóli Íslands hefur þarf ekki verið að fjölga læknanemum hjá sér. Þannig að vonandi og ég held að sumleyti erum við bara, ég vil betur sett en ýmis önnur lönd hvað þetta varðar. Ég held hins vegar að það sem ég nú að reyna að ræða að sko í stóra skipulaginu, við vorum að reyna að finna einhverja leiðir til þess að finna það gríðarlegi fjármunni sem fari gegnum heilbrigðiskerfið. Við höfum verið að horfa mikið inn á að spítalinn, stóri spítalinn, hann leysir málið með einhverjum hætti, það hefur verið stóra lausnin og nú sittum við uppi, við erum að byggja þennan spítala líklega 15 árum og seint og endur svo líklega á því að byggja hann á vitlausum stað. Og við sjáum að kostnaðartölurnar í kringu það eru nú þegar farnar að vekja undrun. En það sem ég held að þessu sko, til þess að reyna að ná utanum kostnaði í heilbrigðiskerfinu auðvitað að skilgreina þau verk sem þarf að vinna og kostnaðin, einingakostnaðin við það. En það náttúrulega sko deginum ljósar og alveg eins og Birgir Jakobsson að segja í sinni grein í dag að auðvitað verður þjónustan utan spítalans, það ekki hægt að gera allt þar, ég meina, þú veist. Nei, þau eru að tala líka svona, þau ætla að vera svona dýraverðir á þessu þjónustu, þau ætla ekki að hleypa öll í gegn, þau ætla sem sagt eins og Sigurður reyndar að segja, að þau ætla að stýra því að peningarnir verið sem best nýttir og það get ekki, sem sagt, að læknir get ekki einn ákveðið að nættilega að taka úr hálskirtlana. Stoppum að setja með þetta. Það þarf auðvitað eftirlit með öllum kerfi. Það er það sem er að segja. Þau ætla að fara gegn. Já, ég meina, ég gerir ráð fyrir að landlæknisembættis hafi til dæmis einhver eftirlitsskyldu. Já, ég þekki þetta. Það er bara spurning að Birgir svari því. Já, akkurat. En ég ætla að fara í sko, þingsályktunartillögu sem kom fram í dag. Og flutningsmenn eru úr flokki fólksins og miðflokknum og það er að alltaf 300.000 króna tekjur verði skattfrjálsar. Hvernig líst ykkur á svona tillögu? Er eitthvað sem mæli gegn því? Fylgir því þessu kostnaðaráætlun? Það hef ég ekki séð. Hugmyndin er góð, sko, en nú verður aldrei að veruleika. Nei, sko, tekjutap fyrir ríkissjóð, jú. Það verður líka náttúrulega veiðigjöld lækka. Það er allt annað mál. Já, en það sama, við verum að tala bara tekjur í ríkissjóð. Það er kannski líka miklu lægri upphæðir í samhenginu, sko. Já, er eitthvað sem mælir gegn svona tillögu? Megum við ekki horfa á þetta hinum frá. Að fólk sem er með undir 300.000, það er að borga skatta, það er langt undir neysluviðmiðunum og það hefur ekki til nýfsni skeiðar út mánuðin. Megum við ekki horfa á það. Verðum við ekki að það sem eru vandi, það sem eru hamfarir, verður ekki að grípa inn í þar. Þannig er fólk sem býr bara hamfara lífi. Hvað þá að hafa þá upp að 300 skattfrjálst? Er 300.000 undir neyslu viðmiðum? Já, ég held. Ekki Hagstofunnar? Nei, velferðarráðuneytisins. Já, ef þú ert með 300.000 á mánuði, hvað farið útborgað? 240 kannski? Já, eitthvað svo leiðis. Það er bara húsalega að tekja við íbúður 190.000. Já, það er eitthvað. Já, ef sá sem er að borga það, er að borga það. Já, ég meina. Er þetta leiðin? Við erum að tala beint inn í umræðunum fátækt, sem að sko við erum að ræða mjög mikið þessa dagana og það sko hafa verið að tala alls konar meðaltöl, en síðan fáum við þvert á það, fáum við sögurnar af einstaklingum sem að fá einmitt útborga 240 og borga leigu upp á 260 sko. Þannig að, ég meina, er svona tillega eitthvað, þú veist? Sko, ég held að sé alveg, ef við erum aðeins að ræða húsamarkaður og húsaleigumarkaður, það er alveg ljóst að við hefum lent allt út í skurð þar. Það er bara... Svolítið? Ég vill ekki vera offullýtinga saman, Sigurður. Hann er alltaf svo orðvað. Já, og það er margt sem við stuðlað að því. Lóðaframboð ónótt, vörðu ekki nóg fjármunum inn í félagslegt íbúðakerfi, stúdenta, það var vanrægt að byggja yfir stúdenta og svo komu rauðnísáhrif frá ferðaþjónustunni Airbnb. Allt þetta kom inn á sama tíma þannig að það hefur skapað augljóstan
vanda þar sem auðvitað hægt að takast á við og verður að gera. Já, og uppkaup stóra félaga náttúrulega sem að leigja svo út. Já, ég meina það er ekki bundið við Ísland. Annars staðar eru húsaleigufélög. Já, ekki. En sko hlutfallslega svo stóra á þessu markaði. Þetta þannig að tökum Heimavellir sem dæmi. Þeir eru ennþá með lán frá Íbúðalánasjóði sem eru ætluð félög sem eru ekki hagnaðardrifin. Þetta eru ólöglegu lán miðað við starfsemi þeirra og þeir hafa bara sjálfstæði með það hvort þeir ætla að borga þau upp ekki. Þeir segja já, við ætlum að fara að huga endurfjármögnun, þeir eru með ólöglegu lán, ríkislán til að standa í þessu sem þeir eru að gera. Heimavellir, ef þú tekur eignir þann segir eiga, að þá eru þær mikið herri, heldur markaðsvirði fyrirtækisins, sem segir okkur það að sko, hvernig þetta félag hefur gengið fram og önnur ámóta er þannig að villingin eiga þetta, þó að það geti verið ykkur gróð ofan í þessu. Þetta er svona, þetta er búið að fara ofboðslega illa með margt fólk og þeir eru sífellt að hækka leiguna. Bróðir minn Gunnar Smári er búinn að fara hringinn kringum landið, hann er búinn að tala við leigjendur um allt og ég er að birta þetta á miðjunni. Þessar sögur og þetta er alveg kvikindislegt og ég er alltaf trúið því betur og betur. Þetta er allt með ráðum gert. Já, en þetta er partur. Allt með ráðum gert. Það á alveg mátulegt atvinnuleysi, mátulegt þetta, mátulegt hitt, mátulegt húsnæðisleysi til að halda leigun uppi, til að þessi hrækamar geti náð sínu fram. Já, en svo virðist þetta sem þetta hafi samt, bjarnir að ganga upp. En það er samt eins og það hefur gerst svolítið á sjálfstýringu undanfarina. Nei, þetta er allt með vilja gert. Er það ekki bara nálægt einhverju samsæriskenningu þá? Jú. Já, það er alltaf forvillilegt að heyra það. Heldur fólk að búið til samsærum? Já, ég meina, hvað heldur okkur sem verður að lækka veiðigjöldin? Það er bara þegar samsærum. Það er ekki víst að allir vilji vera stattir inn í samsæriskenningu annarra. Nei. Það er bara þannig. Já. Og við kannski viljum bara ræða hlutin út frá öðrum forsendum. En þetta er sko með... Heldur þetta sé óvart? Færðu þá sönnum fyrir máliðinu? Ég er að nefna það. Ég er að segja það. Það er þarna fyrirtæki eins og Heimavellir. Hvaða sannanir er þetta? Þú búin sjálfur að kalla þetta samsæri. Ég er búin að loka búslinu. Já, gott og vel. Þetta er stór hluti náttúrulega af þessu vandamáli sem við köllum fátækt á Íslandi. Já, að fara illa með fólk. Og sem er húsnæðisliðurinn. En þessi tillaga, þið hafum svo sem ekkert kommenterað á hana 300.000 skattfrjálsa tekjur. Nei, ég meina, er þetta of einfalt? Er hún of einföld? Ég spyr á móti, hver er kostnaðurinn sem fylgir þessu? Já. En það er náttúrulega kannski frekar að bæta þá húsaleigubæturnar og allt það, ég segi það ekki, þetta fari gegnum bótakerfið. En hvað, sko það var eitt mál sem var svona svolítið spes og það var að það verður ekkert partí í stjórnarráðinu og það er nú ekki langt síðan að þú varst þar Sigurður Már og þínir fyrrverandi starfsfélagar mega ekki halda partíið sitt árshátíðina laugardaginn 7. október því þá sagði Geir Haarde Guð blessi Ísland fyrir 10 árum. Skiptir þetta einhverju máli? Ég meina þetta var Lilja Alfreðs og Katrín Jakobs sem blönduðu sér í málið og árshátíðinu var frestað fram á vor. Ég skal ekki segja sko. Skiptir einhverju máli að skála ekki? Er þetta ekki bara ofur viðkvæmni fyrir þessari dagsetningu? Ég held að það sé það má vel vera einhverjum finnir þetta þá viðkvæmni fyrir því að það sé snúið að viðkomandi að þeir eru bara skemmt ykkur á hrundeginu með eitthvað svoleiðis. Já, svona svo fyrstu daginn langa og mátt ekki, þú veist, vera... Nú er fyrstu dagurinn langið, ég held að meginn bara gera flest það sem hún vilt á honum ekki hlaupa fram í kirkju. Ég held að það sé ekki mikið handtökur við það. En það má ekki svo. Það er einhver helgidalög ennþá. Nei, það er svona þessi ára, sko. En ég veit ekki hvað, þetta er svona kannski bara meira gamansaga, sko. Já. Þetta er hégumlegt bara. Er þetta hégumlegt? Já, hvernig það? Þetta er svona pýjar eitthvað. Að mig ekki halda árshátt í þennan dag. Hvaða vitleis er þetta? Já, kannski er þetta bara nærgætni. Við hvern? Gagvart þjóðinni. Já, hugsalega. Já, fólki sem er leigjendur sem misti íbúðurnar síðan sem fóru yfir til Heimavalla og á korki til Nýsnesskeiðar. Er þetta eina sem við erum að gera fyrir þetta fólk? Já, það er bara málið list? Nei, en sko það er kannski alltaf að sína tillitssemi. Hverjum? Já, þeim sem erfitt eftir hrunið. Já, það er þetta fólk. Já, hann er kannski aðalega það. En ég ætla að fara í annað örstutt, sko málefni Orkuveitunar er náttúrulega ekki til lykta leitt, það er náttúrulega búið að tala mjög mikið um það, en forstjórinn er náttúrulega ennþá á sínum launum þó hann þurfi ekki að mæta í vinnuna. Bjarnason, hann fær til dæmis
rúma 1 milljón sem stjórnarformaður OR og ON og svo mánaðarlaun sín. Hann er náttúrulega ekki stjórnarformaður OR, hann er forstjóri þar. Já. Hann er eitthvað 2 undir fyrirtæki, Orkuveita Náttúrunnar. Gagnaveita Reykjavíkur, Gagnaveita sem hann er stjórnarformaður. Já, þannig stjórnarformaður þar. Sko, þetta vandamál Orkuveitunar og Orku Náttúrunnar, þetta verður okkur æði dýrt. Það við reiknað það? Innanhús póstur sem ég fekk úr Orkuveitinni það að þetta launin og þetta allt í kringum þetta sem er ekki á störfum og uppsagnarfrestir, það kosti 12 milljónir á mánuði. Er innanhús póstur úr Orkuveitinni sem ég fekk. Ég geti reiknað það sjálfur en það er bara póstur úr Orkuveitinni sem ég fekk. Já. Það er 12 milljónir á mánuði sem þetta kostar. Já. Framkvæmdastjórinn sem var rekinn 14,5. Bursið frá peningum, það er ekki ennþá bara að tala við Dagmar, konuna, Telmu. Áslaugu Telmu, já. Já, sem var rekinn. Það er ekki þrátt fyrir orð það, þá er ekki ennþá bara að tala við hana. Eða það var allan ekki í morgun. Nei, það var allan ekki, Helga Jónsdóttir er tekin við hérna, hvað, 2 mánuði og ætlaði að tala sérst við Áslaugu Telmu en svo birtir Einar Bárðarsson hennar maður einmitt póst í dag að enginn hafi hringt í hana enda sé líka búið að loka gemsanum hennar. Já, það er verið að tala við hana á lokuðu gemsanum sem það með. Já, þannig að hvernig sérðu framhaldið á þessu, Sigurður? Já, það er náttúrulega býður væntanlega nýs forstjóra og stjórnar að koma einhverju endurskipulagi á starfsmannamál þarna og fara yfir það sem hefur farið úrskeiðis og það væntanlega gerist með einhverjum fundum, samtölum og einhverju samkomulagi lokum milli þessara aðila. Já, það talaði til dæmis samt að dreifa valdinu sem að Bjarni hefur verið með. Hann er búinn að vera á ótalmörgum stöðum innan fyrirtækisins í stjórnum og svo forstjóri. Og það þurfa að dreifa því. Þannig að það kannski verður meira gert en þá kannski vinnustæðamórallinn eða hvernig sem þetta nú orðað. Það verður kannski bara að skoða allt skipuritið. Já, ég gerir ráð fyrir að þessi mál kalli á einhverja slíka yfirlegu yfir það. Ég held nú reyndar að Orkuveitan hafi verið að fá alls konar viðurkenningar og velun fyrir sínu jafnréttismál til þessa. Já, stjórn Vísi var nú með ekki bara það og tvenn jafnréttisvelun í Já, alls konar vettvangi. En ég meina þetta kallar væntanlega á einhverjar endurskipulagningu og endurmat. Einhvern veginn verður fólk að takast á við þetta. Fyrirtækið, það eru þúsundir viðskiptavina, það er fullt af fólki sem starfar hana og ég gerir ráð fyrir að þetta sé svona dálítið átakamiklir dagar og fólk þarf að fá svona tíma til aðeins að vinna úr þessu. Skipurít mun ekki verða einhver ölluavaldur í þessu. Það er bara huga á fólks, það verður bara annarkvort koma annað fólk eða fólk verður að temja sér það að nálgast hvort annað með virðingu. Þetta er ekki, skipuríti breytir ekki í fólki. Nei, það hljómar ofsalega einfalt en mannlegu samskiptin eru náttúrulega það erfiðasta sem það gerir sem stjórnandi. Má ekki bara segja það? Ég held að það sé... Þetta er bara flóknasta það er svo sem að vita að... Þú farið það ekki Excel-skjali, Nei, við erum öll ólík og það þarf að gæta margvíslegra þarfa og svona einstakling, það er að virða einstaklingin, það er náttúrulega grunnréttur starfsmanna. Já, algjörlega. Orkuveitan, það mál er ekki búið og þingið er náttúrulega komið á fullt. Sjáu þið fyrir ykkur samt, það er örstutt hérna eftir, sjáu þið fyrir ykkur að eitthvað af þessum stórum málum muni reynast kannski örlagaríkt fyrir ríkisstjórnina, kannski svo mikið að þetta haldi ekki? Hún er hætt út af heilbrigðismálunum og svo kjaramálunum. Þessi 2 mál gætu hvort sem er vorið banabíti ríkisstjórnarinnar. Já, ég held að ég get alveg, ég get kannski loksins verið sammála, Sigurður, að ég held að kjaramálið, þetta verður auðvitað kjaravetur og það blasir við og við sjáum það Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn veka þessu í skýrslunni sem hann var að kynna í morgun og það er auðvitað ýmis teikn á lofti, óverðtryggðir vextir eru byrjaðir að hækka, verðbólgu það er skríðin verðbólguvæntingar og svona ýmis teikn á lofti kannski að það geti brugðið til beggja vega í kjarasamningum og það hefur áhrif bæði inn í þingi og inn í ríkisstjórnina. Verður harkað þessu Sigurjón M. Egilsson, ritstjóri Miðjunnar og Sigurður Már Jónsson, blaðamaður og fyrrverandi ritstjóri Viðskiptablaðsins. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Og hér á eftir þá ætlum við að tala við Svein Runólfsson, fyrrverandi landgræðslustjóra sem að fékk umhverfisviðurkenningu fyrir ævistarfið. Farið ekki langt.
dag.